Hrekkjusvín og ljósastaurar eftir Guðrúnu Kristínu Magnúsdóttur. Hrekkjusvín og ljósastaurar. Tóti hefur ekkert að gera, hann bara hjólar og hjólar allan daginn. Og ég skal segja ykkur nokkuð, hann Tóti nú eiginlega hrekkjusvín. Það eina sem hann getur fundið sér til að gera að hrekkja og skemma. En nú fer hann að spyrja eftir Gulla. Máttu koma út að hjóla? Já, segir Gulli vandræðalega, að það nú sprungi á hjólinu mínu. En getum ekki farið að gera eitthvað annað? Ég búin að reyna að pumpa í það, segir Gulli, en það alveg tilgangslaust. Kannski það ventilgúmmið? Ventilgúmmi, segir Tóti með fyrirlitningatón í röddinni. Hvers konar forngripur þetta? Hei, segir Tóti þegar hann rekur augun í málingadósir og pensla. Eigum við ekki að mála bílskúrshurðina hjá þér, Gulli? Hún svo ferlega ljót. Svo verður gaman að sjá fram hann í pappa þinn í kvöldmaður. En Gulli vill ekki mála nema spyrja mömmu sína fyrst hvort megið það. Nei, það verður eintómt sull. Hann pappi þinn ætlar að mála hurðina einhvern tímann þegar hann má vera að. Þið megið þá horfa á, ha? Farið nú út að leika ykkur. Hvað eigum að koma að gera, spyr Gulli. Og ég veit nú ekki, svarar Tóti. Í sandkassanum smábörn að leika sér. Þau svo ánað að byggja sandkastala og leggja vegi. En haldið þið að Tóti hafi ekki endilega þurft að hrekkja þau leið og hann gekk framhjá. Tóti alltaf með smá steina í vasanum og hann skýtur steinum í allt hjá þeim. Allt splundrast. Annað barni fær sand í augað, þau hágráta. 2 stórar stelpur að passa litlu krakkana. Þær koma nú allvígalegar og gera sig líklegar til að hefna ófara litlu krakkana. Tóti fljótur að taka til fótana. Gulli hlaupur þetta líka. Tóti veit alltaf hvenær skynsamlegt að forða sér. Þeir fara nú hjá þar sem kona að vökva garðinn sinn. Hún tekur ekki eftir þegar Tóti prílar yfir girðinguna og skrúfar fyrir vatnið. Fyrst verður hún hissa, síðan bálreið þegar hún sér Tóta skjótast út úr garðinum. Snautið þið burt, stráku pjakkar, þið ekki vera að þvælast í annar manna görðum. Tóti skelli hlær, ferlega var hún spælt maður. Í rauninni finnst Gulla þetta ofsalega fyndið. Það greinilega ekki vel við Tóta að eigra göturnar og hafa ekkert fyrir stafni. Hann greinilega alveg í vandræði með kraftana. Nú veit ég, segir Tóti allt í einu. Komum að reyna að hitta ljósastöra. Það allt í lagi því enginn á þá. Þá getur enginn skammað okkur. Svo tínir hann steina upp úr vasa sínum og fer að henda í luktastöður og mana Gulla til að reyna að hitta líka. En þá allt í einu kallað snöggt. Tóti, hvað ertu eiginlega að gera, drengur? Ætlar það að stúta glerinu eða hvað? Þetta Sjöfn, stóra systir hans, sem að koma heim úr vinnunni. Og skiptir ekki af því, svarar Tóti. En hann hættir nú samt við að henda fleiri steinum. Þú ert ekkert í þessum staur, kallar hann á móti. Ó, jú, góði minn, svarar Sjöfn. Ég borga ljósastöruna og pappi og mamma og allir í bænum. Við borgum útsvar og það notað í götulýsingar meðal annars. Hvað hjólið þitt eiginlega? Þeir segja henni að sprungi sér á Gulla hjóli, pappans megi aldrei vera að fara með það í viðgerð. Þið ættu nú að hafa tíma til að bæta eina slöngu. Þið hafið sko ekkert þar var að gera. Náið í Gulla hjól. Sjöfn kennir strákunum að ná hjólunni af og slöngunni úr. Og ég skal láta ykkur vita það, segir hún, að það miklu meira verk að gera við luktastöra sem svona óvitar eins og þið það eyðarlega. Haldið þið kannski að störarnir vaxi upp úr jörðina af sjálfu sér eða hvað? Til þess að finna gatið skulið þið svo að pumpa í slönguna og sjá hvar loftbólurnar kom út. Þurrka svo vel. Rispa örlítið kringu gatið svo límið grípi betur. Þrífið barðan vel að innan, annars springur bara strax aftur. Límið þorlað? Þurfum við ekki aðeins að þynna kantana á bótinni. Þá setjum við slöngun í. Það baks að koma barðanum á gjörðin aftur. Gulli, þú pumpar svo í. Tóta sendir hún upp að leggja á borðið. Þið verðið að fá ykkur eitthvað áður en þið værið út, segir hún. Þvoðu þér, Tóti, kallar hún á eftir honum. Tóti segir alltaf að Sjöfn systir hans sé frekja
Og það getur nú svo sem verið, en hún kann að bæta. Það liggur við að Gulli öfundi Tóta örlítið af að eiga svona systur. Svo skulið þið hjóla upp í nýja hverfið sem verið að byggja og þá getið þið séð þegar verið að setja upp ljósastöra. Þið skiljið þá kannski að það kostar fé og fyrirhöfn að hafa götulýsingu, kálfarnir ykkar. Heyrðu, spyr Gulli hikandi. Eigum við að fara upp í nýja hverfið? Ha? Tóti svarar fýldur. Við getum svo sem gert það eins og hvað annað, en ekkert af því að Sjöbba systir sagði það, maður gegnir henni nú ekkert. Auðvitað hlaut einhver að eiga luktastöðrana. Allir vita nú vel að þeir vaxa ekki upp úr jörðin af sjálfu sér.